Þá það 6. dagskrárliður Lánasjóður sveitarfélaga lántaka 2018. Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér tekið fyrir 7. liður í fundargerð bæjarráðs 28. desember 2017. En það náttúrulega þannig að eins og kom hér fram áðan, þá eru þetta mikla fjárhæðir sem að Akureyrarbær hefur skuldbundið sig með samþykki okkar hér áðan til þess að greiða og við það hefur farið þá leið að fara í lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga í tengslu við uppgjör og lífeyrisskuldbindingunum við brú, og það var samþykkt í bæjarráði að vísa til afgreiðslu bæjarstjórn láni alltaf 2,5 milljörðum króna til þess að greiða upp þessa lífeyrisskuldbindingar. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur bókuna sem við þurfum að láta fylgja vegna þess að það ákveðnar reglur sem að Lánasjóðurinn hefur varðandi lánveitingar og það mikilvægt að bókanir séu réttar og bókunin hljóðar svo: Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstóls fjárhæð allt að krónur 2.499.324.035 krónum með útgreiðslu fjárhæð að allt að krónum 2.472 milljónum króna með loka gjalddaga þann 15. nóvember 2055 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstólsfjárhæðinni, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélaga úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Lánið tekið til að gera upp áfallna lífeyrisskuldbindingar við lífeyrissjóðinn Brú samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Eiríki Birni Björgvinssyni kennitala 060966 3899 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Akureyrarkaupstaðar að undirrita lánasamningi við Lánasjóð íslenskra sveitarfélaga samanber framangreint sem og til að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun lánsins. Þetta ég lagt fram til samþykktar. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þess að enginn hefur kastað ljós á göngu til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt þess að gefa merki. Það samþykkt 11 atkvæðum samhljóða.